Jóhann, já, frammistaðan í dag hlýtur að vera mikil vonbrigði. Já, þetta er það vonbrigði og bara ótrúlega margir hlutir í okkar leik sem að bara fungeruðu ekki, ef svo skal segja. Það var eiginlega frá fyrstu mínútu, voru sérstaklega slakir fyrstu 15-20. Svo vinnum við okkur nú bara vel inn í leikinn og svo kemur aftur slæmi kafli sem við missum þetta algjörlega frá okkur en bara við vorum bara ekki góðir í dag og sérstaklega þá í byrjun og vorum eiginlega bara hálf vankaðir eins og við værum ekki mættir í höllina eða værum ennþá bara uppi á lakinu. Já, þetta er svona, já, maður hélt að svona í ljósi leiksins í gær menn myndu mæta með svona meira sjálfstraust. Já, það heldum við auðvitað líka og við vorum bæði á fundinu með morgun og tölum við vorum að mæta sterku liði sem var í 13. sæti að HM í fyrra og vann sinn riðil núna og pökkuðu Króatunum til dæmis saman í riðlinum og ég ætla að vona að það ekki kannski verið eitthvað vannmat hjá strákunum út af því þeir sáu Spánverjana vinna á stórt í gær en Spánverjana alltaf bara ógnarsterkir þannig að það var svo sem kom ekkert á óvart en það vantaði bara orku og við unnum ekki stöðuna einn á móti einum varnarlega, nýja sóknarlega fyrst í leiknum og gerum það svo sem ekki oft í leiknum. Ég held við höfum breytt í 3 mismunandi varnir, það fungeraði bara ekki neitt og við fengum ekki markmennina með okkur heldur á meðan að austurríski markmaður valdi með 18 bolta. En þannig að það er ansi mörgum stöðum svo sem að vantaði bara upp á hjá okkur en ef við getum tekið eitthvað jákvætt út úr þessu þá fannst mér við spila 7-6 vel og í þær sóknir og kannski hefðum við átt að fara miklu fyrir í það en við bara svona töldum okkur alltaf vera að reyna að finna kannski þetta moment sem við myndum byrja að skora einhver mörk en þannig að við allan að munum þurfa að skoða þennan leik bara mjög vel og fara aðeins yfir þetta bara með strákunum. Nú er tveir sólarhringar í næsta leik sem við Spán sem er síðasta leikurinn í þessari riðlakeppni áttalega úrslita. Já, það er náttúrulega gríðarsterkur, ógnarsterkur mótherji. Þeir geta komið sér áfram undanúrslit með að vinna Portúgal núna í leik sem við sennilega bara að byrja núna og við þurfum auðvitað bara fyrst og fremst að fá góða frammistöðu og ná svona okkur í gang. Við vitum alveg að við höfum 3 leiki eftir hérna í mótinu og sennilega eru þeir leikir við munum mæta náttúrulega Spánverjum á 5. en svo eigum við náttúrulega Noreg, Svíþjóð, Danmörku eða Þýskaland sem er náttúrulega bara frábærir 2 leikir í viðbót þannig að við eigum 3 stórþjóðir og mjög sterk lið í næstu 3 leikjum þannig að við þurfum líka að taka með okkur reynslu fyrir þetta lið fyrir næsta ár og í framhaldi að það megi auðvitað ekki vera svona mikla sveiflur í okkar leik það er kannski það sem er svona erfiðast í þessu og það er að fara úr svona svona góðum síðustu 15 mínútum í gær og hluta leiknum í gær sem var bara frábæra á móti mjög sterku liði Portúgal en að fara í svona rosalega dabra frammistöðu í dag það sem að heilt yfir höfum við bara alveg ótrúlega dabra frammistöðu þannig að það er auðvitað svolítið erfitt sem fyrir þjálfara að upplifa þannig en við töluðum rólega við strákana eftir leikinn og fórum yfir nokkra hluti en þannig að þeir eru betri ungir drengir sem þurfa að læra og það er líka bara mikil skóli að fara í gegnum svona mót og það er 35 stiga hiti hérna hverjum degi og þannig að menn kannski það er einhver orka kannski sem hefur verið tekin úr mönnum á síðasta sólarhring, ég veit það ekki.